Þú veist, ég fekk að mynda að heyra það að ég væri ekki nógu góður sósíalisti því ég hef ekki lesið allar bækunar. Nei, í alvörinni. Þú veist, það snýst bara meðal annars lifaða reynslu. Það að vera fátækt barn sem að nærist bara einhverjum pólómyndum. Ég held að þá sé ég alveg verðugt til þess að vera sósíalisti því að ég nýti þetta minn veruleika að greina heiminn og hugsa bara við erum með fátæk börn, svo erum við fyllt af ríku fólki sem mun aldrei ná að nota peningin sinn. Þetta bara eitthvað vegasalt sem þarf að jafna í mínum huga og það auðvitað það sem ég kem með að þessu borði og þó ég hef ekki lesið einhverja milljón bækur eftir alla þessa byltingakalla að þá ég ekkert eitthvað verri sósíalisti. Það eiga bara allir að geta tekið þátt í baráttunni á sínum forsendum og við eigum að geta höfða til fólk sem að kemur dálítið inn og einhvern veginn lýsi bara sínum veruleika og þá vil ég laga hlutina og bæta hlutina. Þú þarft ekki að taka eitthvað inntökupróf að hafa lesið þú veist, alla þessa kalla og geta einhvern veginn svara hver sagði þetta kvót og við séum saman í einhverjum bókaklúbi að ræða fræðin. Hvað gagnast það fyrir fólk sem þarna úti, sem bara eitthvað, hvenær fæ ég húsnæði sem kostar ekki 250.000, hvenær mun ég fá að borða út mánuðinn og hætta að svelta mig eftir 20.2. Þú veist, getum við bara búið í samfélagi sem grunnþörfum okkar mætt. Og til þess ég hér. Ég finnst þess að ekki ákveðin fegur í því. Sko, ég er að bíða eftir að vera hægri manneska. Aldrei. Já, mun koma. Aldrei. Jú. Ég hef engar ágjörð af þessu. Aldrei. Núna ertu náttúrulega töluvert betri í tekjum. Hildur Björns var að stríða þér einmitt með þetta í gær, skilur, þú ert komið með 2 kúlur á mánuði og ert eitthvað að væla yfir því. Ertu ekki bara fullkomin saga? Svo ég endur nú varpi bara hennar spurningu eiginlega. Ertu ekki bara fullkomin saga það að í íslensku samfélagi félagslegur hreyfanleiki eitthvað sem gríðarlega vel til þess fallin að auka lífsgæði. Þar sem að þú kemur úr fátækt, nærð að vinna þig upp á þinn elju og vinnusemi, ert ekkert að væla og væla í kerfinu, greip mikið. Þú bara sóttir þinn ágóða í því að geta sótt fram sem á þessu sviði, pólitíkus, með þína mannfræði gráðu, nýttir þína krafta til þess að klífa upp stigann og þú ert í rauninni bara fullkomið dæmi það þegar íslensk manneskja getur klifis samfélagsstigann eða jafnvel manneskja af erlendum uppruna sem maður getur klifið á hennan stiga og tekist á við lífið með því að taka það heljargripum og trana sig frammi. Þetta ekki bara nákvæmlega það sem við viljum? Að við séum með félagslegan hreyfanleika en ekki einhverja vælu kjóa sem að bíða eftir félagslegu húsnæði og félagslegu hinu og félagslegu þessu. Þetta er fólk sem bara girðir sig í brók og tekst á við lífið. Mér finnst það mjög hættuleg narratífa þegar við erum að mála upp mynda því að fátækt fólk þurfa að vera duglegt til að koma sér upp fátækt. Mér finnst það mjög hættuleg narratífa. Mér finnst það við erum að tala af hverju búum við í samfélagi sem gera það verkum að börn fá ekki að borða. Mér finnst það vera stóra spurningin. En ekki hér einhver manneskja sem var heppin mjög oft í röð sem leiddi til þess að hún einn á móti, ég veit ekki hversu, náðaksli að landa vinnu sem vel útborgað. En varst þú bara heppin? Var þetta ekki líka vinnusemi? Jú, en ég meina auðvitað það ekkert þannig að við erum að fara að segja við allt fátækt fólk, þú veist, vertu bara duglegri og þá gætur þú landa einhverju góðu giggi sem að borga vel. Við þurfum auðvitað að búa til samfélagi sem fólk ekki fátækt, punktur, skilurðu. Þú veist, það á ekki að vera þannig að þú þurfir að einhvern veginn útvarpa, þú veist, ef að fara að segja við fólk að það þurfa að fara að útvarpa allri sinni sárustu lífsreynslu til þess að og bjóða sig fram í kosningum til þess að komast inn í borgarstjórn til þess að fá góða laun. Er það leiðin út af fátækt? Það ein leið. En sko, mér finnst það, ég ætla bara að segja mér finnst þín saga að vera falleg með þetta að gera. Sko. En vandinn eftir að fátækt ennþá til staðar. Það vandamálið. Við erum náttúrulega með minnstu fátækt líklega með öll önnur Norðurlönd eða annar staðar. En við erum með fátækt, við erum með svengvöld, við erum með ójöfnið. Það birtist í samfélaginu þó að þú veist það sé þetta gott að fólk með reynslu fátækt komist inn í borgarstjórn og náði þá vonandi að breyta hlutunum þannig að börn sé ekki alls upp í fátækt. Það þetta eitt af því sem þarf að gerast. En við þurfum bara einhvern veginn að koma samfélaginu á þann stað að það sé enginn með sára reynslu að hafa ekki borðað í marga daga. Það grunnvandinn, ekki að fólki sem með þá reynslu þurfi bara að vera svo duglegt. Þannig að þú vilt auka skatta til þess að kaupa mat handa fátækum. Nákvæmlega. Það falleg hugsjón. En ég til reyndar hún sé skaðleg, en það annað mál.